Öldin hennar, 1967. Sú kona sem hafði hvað mest áhrif á samtíma sinn með skáldverkum sínum og skrifum var Svava Jakobsdóttir, rithöfundur og þingmaður. Svava var mjög sérkennileg kona. Hún var ákaflega fáguð og hún talaði hægt og vandaði mjög málfar sitt og hugsun og hláturmild og mjög mikil lady. Ég gleymi því aldrei þegar einn ágætur starfsfélagi minn hringdi að tilkynna mér þetta og sagði jafnframt: Þetta eru dálítið miklu peningar, Svava, svo þú skal koma með manniðum með þér. 1965, þá gefur hún út sína fyrstu bók, smásagnasafnið 12 konur og þar blandar hún saman raunsæjum sögum og sögum sem hafa þetta svona furðusagna augnablik þegar allt breytist og byrjar að verða vægast sagt súrrealístískt. Hjón missa sambandi hvert við annað og allt einu komin glerveggur á milli þar í stofunni. Og konan bara svona byrja bara að pússa glervegginn og fæja hann eins og allt annað á heimilinu. Og svo bara eitt góðan við þetta sér hún að maðurinn situr þarna bara alveg hreyfingarlaus og dáinn. Og þá hrynur veggurinn. Þetta verður svo aðferð Svövu í seinni verkum að hún tekur ástand og tekur hugmyndir og tekur frasa eða klisjur og hlutgerir það. Eftir 12 konur kom Veistlandi grjótvegg sem var með miklu fleiri furðusögum og vakti mikla reiði og hrifningu. En saga handa börnum var kannski frægust sagna í smásagnasafni. Segir frá konu sem húsmóðir af líf og sál og móðir og þegar börnin vilja sjá hvernig manns heili lítur út þá sest hún í eldhússtólinn þegar saga ofan af höfuðkúpun og taka heilan upp og skoða hann. Og svo henda hann í ruslið. Það sárnar henni svolítið, svo heilin tekin og settur í formalín í krukku til sýnis í stofunni og svo fer hjartað sömu leið og svo framvegis. Og 1970 kom svo rauðsvakarhreyfingin fram og Svava tók strax stöðu með henni. Hún var eitt aðalskáld rauðsvakarhreyfingarinnar. Með öðrum konum skrifaði hún Hvað í blýhólknum sem var kvikmyndað og sýnt og í hinu nýja íslenska sjónvarpi og allir horfðu á það og það hafði alveg feikil áhrif. En Tóta fór inn til mömmu. Bríet Héðinsdóttir lék aðalhlutverkið og þetta var súrrealískt heimildaleikrit, mjög frumlegt og mjög flott verk, mjög áhrifamikið. Æ, mamma, getur hann Ingi ekki þurrka núna? Hann ekkert að gera. Svei mér ef hún Inga ætlar ekki að verða ein af þessum ómögulegu kvenréttindakenningum. 71 var svo Svava kosin á þing og var á þingi í 8 ár. En þegar hún var á þingi þá barðist hún líka mjög virt fyrir kvenfrelsi og jafnrétti og var bara hin þarfasta kona fyrir kynsystur sínar á þingi. Eftir hún var á þingi þá skrifaði hún sitt mikla verk Gunnlaðarsögu sem sumir vilja meina að ein af merkilegustu bókum 20. aldarinnar á Íslandi. Ég get aldrei séð norræna goðafræði á sama hátt eftir þessa bók og ég ekki ein það. Og Svava var mörg ára að skrifa hana og vann mjög mikla rannsóknarvinnu fyrir bókina og hún skrifaði sérstaka grein rannsóknarvinnuna á bakvið þetta. Og ég vil að segja að mér finnst alveg einlæglega að hún hafi breytt rannsóknarsögunni og breytt bara heiminum með þessari bók. Eftir stuttastund